Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 697 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 7. maí árið 2025 klukkan 17 er hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsum hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig er hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Mér langar í upphafi fundar, kæru bæjarfulltrúar, að fá heimild ykkar að taka inn auka mál á dagskrá bæjarstjórnar en forseti sendi ykkur póst minni mig í gær. Varðandi það að taka inn formlega mál sem heitir breytingar á skipan embætta í bæjarstjórn og ástæðan fyrir þessu er að málið er hluti af fundargerð bæjarráðs en ber að taka upp sem sér samþykkt mál hér á fundinum í dag. Þannig að þetta mál er hér til umræðu ef bæjarfulltrúar vilja tjá sig það en forseti óskar eftir heimild að taka það hér á fundinum sem sér mál. Orðið er laust. Hér hefur engin hvatt sem hljóðs til þess að samþykkt geta að taka inn mál nr. 7 á fundin, breyting á skipan embætta í bæjarstjórn, viðsælast gefið þess merki. Og hér fara allar hendur loft. Kærar þakki fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Nú þá hljómar hér dagskrá bæjarstjórnar í dag fyrir 7 málum, fundargerð bæjarráðs frá 16., 23. og 30. apríl, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 10. apríl, fundargerð sjálfbærniráðs frá 28. apríl, fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 28. apríl, húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2025 síðari umræða, ársreikningur Reykjanesbæjar 2024 síðari umræða og að lokum fundarmál 7 breyting á skipan embætta í bæjarstjórn. Nú, kæru bæjarfulltrúar, formaður bæjarráðs hefur beðið hér orðið í byrjun fundar og mun forseti verða við þeirri beiðni. Gjörið svo vel, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ástæðan fyrir því að ég kem hér upp er að á síðasta fundi bæjarstjórnar var með falið að vinna áfram í máli sem varðaði hringtorg á Fitjabraut. Og síðan þá hefur orðið vinnsla í því máli, þannig að mér langaði bara að koma hér aðeins og nefna það að ég hef fundað með sviðsstjórum bæði atvinnu- og hafnasviðs og umhverfis- og framkvæmdasviðs og með formanni umhverfis- og skipulagsráðs og ég geri það hér að langar að gera það tillögu minni til þín forseti að við vísum málinu aftur inn í umhverfis- og skipulagsráð eftir þá vinnslu sem þar hefur farið fram. Málið var einnig rætt utan dagskrár í bæjarráði og fengum við nánari skýringu á því hver staðan er. Þannig að við teljum sem höfum unnið í þessu og það kom fram einnig í umræðu í bæjarráði að þetta væri heppilegasta leiðin að senda þetta aftur bara í nánari vinnslu. Annað var það ekki. Já, kæru bæjarfulltrúar, hér liggur fyrir beiðni frá formanni bæjarráðs sem er jafnframt starfandi bæjarstjóri að taka þetta mál sem til hennar var vísað, sem sagt mál nr. 6, samráðsnefnd atvinnu- og hafnaráðs og umhverfis- og skipulagsráðs sem tekið var fyrir á fundi atvinnu- og hafnaráðs nr. 296 þann 10. apríl síðastliðinn. Málinu var vísað til starfandi bæjarstjóra til frekari úrvinnslu og er það hennar tillaga að málinu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs aftur. Erindi verður þar tekið fyrir sem formlegu fundaliður en auk þess hvernig málið hefur þróast í heild sinni síðan. Þetta mál mun svo rata hingað aftur til umræðu og formlega samþykktar en orðið er laust þessa tillögu, bæði málefnalega og tillögunum að vísa málinu aftur til umhverfis- og skipulagsráðs. Hér eru engar hendur á lofti. Þessi samþykkt geta vísa tillögunni aftur tilbaka til umhverfis- og skipulagsráðs viðsælast gefið merki og hér eru allar hendur á lofti. Kærar þakki fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. En þá hefjum við hér formlega bæjarstjórnarfundinn okkar og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 16., 23. og 30. apríl. Orðið er laust. Helga Jóna Oddsdóttir.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hérna upp undir lið númer 2 í fundargerð bæjarráðs frá 30. apríl síðastliðnum. En á fundi bæjarráðs þann 30. apríl hafnaði Sjálfstæðisflokkurinn báðum tilboðum sem bárust í almenningssamgöngur í Reykjanesbæ. Sjálfstæðisflokkurinn ítrekar þá skoðun sína að skynsamlegt hefði verið að hafna báðum tilboðum í almenningssamgöngur í Reykjanesbæ og gerir hér með grein fyrir þeirri skoðun sinni. Bæði tilboðin voru töluvert yfir kostnaðaráætlun og kemur mjög skýrt fram í útboðsgögnum að kaupanda sé heimilt að hafna öllum tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun, standi málefnalegar ástæður til þess að hafna og eða hafi almenna forsendur fyrir útboði brostið. Verulegir annmarkar voru á útboðsgögnunum og miklar breytingar gerðar í ferlinu sem hafa talsverð áhrif á umfang þjónustunnar sem boðin var út. Í upphaflegum gögnum útboðsins og að hluta í endanlegum gögnum var tilgreindur fjöldi bíla sem þarf til akstursins rangur, fjöldi kílómetra var rangur og raunkeislan. Munurinn getur numið 20 milljóna króna á ári sem getur skapað skaðabótaskyldu fyrir sveitarfélagið. Almenningssamgöngukerfið hefur verið rekið í óbreyttri mynd í 9 ár þrátt fyrir að innstigum hafi fjölgað gríðarlega og umferð innan sveitarfélagsins aukist til muna með tilheyrandi töfum og hægagangi. Í ljósi þess að tilboðin voru yfir kostnaðaráætlun og framangreindra vankanta á útboðsgögnum hefði átt að hafna báðum tilboðum og nýta tækifærið til að endurskoða kerfið, gera það betra og skilvirkara, spara 20 milljóna króna eða fá mun meira út úr samgöngukerfinu. Þannig mætti einnig koma í veg fyrir vandræði og óþægindi sem samþykkt tilboða byggðum og ófullnægjandi gögnum getur haft í för með sér. Og undir þetta rita fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Margrét Sanders, Guðbjörgur Reynisson og sú sem hér stendur Helga Jóhanna Oddsdóttir. Takk. Forseti gerir hér fundarhlé.
Kæru bæjarfulltrúar, verið velkomin aftur á fundinn. Hér verður lesin upp bókun meirihluta bæjarstjórnar varðandi mál nr. 2 frá fundinum þann 30. apríl varðar almenningssamgöngur Reykjanesbæjar. Varðandi útboð á almenningssamgöngum áréttu við að báðir aðilar fengu aðgang að sömu forsendum og sömu upplýsingum. Reykjanesbær vann útboð í samráði við fyrirtæki Consensa sem mjög reynslu mikið í útboðsmálum land allt. Bara til að taka það skýrt fram hér að bæjarstjórn Reykjanesbæjar fer eftir lögum og reglum útboðsskilmála í svo stórum útboðum líkt og ávallt. Hlutverk bæjarstjórnar að taka hagstæðustu samninga fyrir hönd sveitarfélagsins og var það gert með þessum samning. Þetta var rökrétt ákvörðun af bæjarráði og vonandi bæjarstjórn að taka þessu lægra tilboði og vonar forseti að samstarf okkar við nýjan rekstraraðila verði farsælt og gott og við óskum þessu fyrirtæki velfarnaðar í okkar sveitarfélagi lýkur þar lestri. En orðið laust, kæru bæjarfulltrúar, fundargerðir bæjarráðs. Margrét Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og aðra viðstaddir, ég kem hér undir lið 2, fundargerð bæjarráðs frá 30. apríl, almenningssamgöngur, umboð mun sitja hjá í þessum lið og ég óska það verði bókað. Takk fyrir. Já, kæra þakkir fyrir þetta. Orðið áfram laust fundargerðir bæjarráðs. Kannski eitt mál sem forseti vill ítreka hér frá fundargerðinni þann 23. apríl í máli 3 fundargerð stjórnarsamtaka orkusveitarfélaga frá 12. mars og 9. apríl og þá vill forseti bara minna á tíðrættan orkufund samtaka orkusveitarfélagana sem verður haldinn hér í Hljómahöll þann 27. maí frá 9 til 12. Á orkufundinu verður stefnt að því að fjalla væntanlegt frumvarp afnám undanþágu orkumannvirkja á fasteignamati og fasteignasköttum ásamt því að leggja af stað í þá vegferð að fá flutningsmannvirki raforku einnig metin til fasteignamats og greiði þá fasteignaskatt. Daginn eftir þann 27. maí mun stjórn samtaka orkusveitarfélaga funda með bæjarstjórnum Reykjanesbæjar og Grindavíkur en þau sveitarfélög tilheyra samtökunum. Því að þið að fengi fundaboð á þennan fund, kæru bæjarfulltrúar, það væri gott að sjá okkur sem flest til að taka samtalið orkumál. En þá ber forseti fundargerðirnar 3 hér upp til samþykktar, fundargerðir bæjarráðs, þessi samþykkt geta fundargerðirnar, vinsamlegast gefið þess merki fyrir utan lið 2, þar sem umboð situr hjá og Sjálfstæðisflokkur. Viltu taka til máls? Gjörðu svo vel, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, afsakaðu forseti að þetta er ekki svona já og nei spurning því að það voru 2 tillögur. Önnur var að taka tilboðin og hinn var að hafna báðum og við í rauninni greitum, það var ekkert greitt atkvæði með eða móti eða neitt svoleiðis, það var bara til samþykkt í bæjarráði að taka tilboðinu og ég greiddi atkvæði með að hafna báðum og það kemur fram í fundargerð þannig að það þarf kannski ekki að taka fram neitt þessu máli. Takk. Takk fyrir þetta. Það hárrétt hjá bæjarfulltrúa Margrét Sanders, þannig að samþykki stendur hér áður fyrir fundargerðir bæjarráðs. Kæra þakkir fyrir það. Nú, þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá fundarins, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 10. apríl síðastliðnum en orðið laust þá fundargerð. Hér, Margrét Sanders, Skursvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Í fundargerð Eignasjóðs gríðarlega mikill fjöldi af upplýsingum, sérstaklega fjárhagsupplýsingum. Þannig að við langar bara að spyrja fulltrúa okkar í Eignasjóði og formann
hvort að þessi fundargerð verði ekki tekin fyrir hjá bæjarráði næst eða þann næst. Að það í rauninni ekki kannski ákvarðanir en það er verið að kynna þar framúrkeyrslu á ýmsum verkefnum sem þarf kannski að fara betur yfir eða kannski þetta ekki framúrkeyrsla heldur einhvað annað en það þarf mikillar útskýringa við. Þetta eru mikið af tölum og háar upphæðir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti, við tókum hana fyrir í bæjarráði 16. apríl. Það var fyrsta fundargerðin sem var hér til afgreiðslu áðan. Þar sem við fórum yfir liðina einmitt og fjárhagsupplýsingar. En það alveg bara allt í góðu að taka inn í bæjarráð, fá nánari útlistun frá deildarstjóra eignaumsýslu. Við getum alveg gert það. Punkta það bara hjá mér. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Man langar nú að sleppa við þessi formlegheitir, man kemur svona oft upp en það má víst ekki. En ég legg áherslu á að nákvæmlega rétt og takk fyrir góð svör. En ég held að við þurfum bara sérlið fyrir þessi fjárhagslegu útlistingar. Ég held að þetta krefist þess að við þurfum að fara miklu betur í sauman á því. Takk. Valgerður Björk Pálsdóttir. Leyfi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langaði bara að ræða mál númer 3 í fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Mér finnst mjög gleðilegt að sjá að stjórn Eignasjóðs ákveða að setja fjármagni að gera upp íþróttasalinn í Keili á Ásbrú til þess að koma þær fyrir hlutastarfsemi fimleikadeildar Keflavíkur. En hjá þeim hefur vantað meira pláss fyrir golffimleika og hafa þau nú þegar fjárfest í dýnum. Fimleikadeildin er svo deild í sveitafélaginu sem hefur næst flestu iðkendurna og gríðarlega gott og metnaðarfullt starf unnið þar. Ég fagna þessu líka sérstaklega þar sem þetta er í góðri tengingu við aðgerðaráætlun okkar sem erum í verkefnahópi að fjölga börnum af erlendum uppruna í íþrótt- og tómstundastarfi en einn liður í áætlunni fyrir þetta ár er að fjölga tækifærum til íþróttaiðkunar í Ásbrúarhverfi þar sem flest börn af erlendum uppruna búa. Og þó að þetta sé vissilega bara ein íþrótt að þá veit ég að fimleikadeildin hefur tekið jákvætt í að bjóða einnig upp á eins konar íþróttaskóla fyrir börn á leikskólaaldri. En markmiðið er þar að vinna með leikskólanum í hverfinu fyrir ná til foreldrana og vekja áhuga barnanna snemma á hreyfingu og íþróttum. Svo bara varandi mál númer 6 vona ég að áframhaldandi vinna í að meta húsnæði Hlévangs gangi sér hraðast en þar eru eins og við vitum hugmyndir hérna ýmsu þjónustu við fötluð börn og vistheimili barna verði hýst í því húsnæði. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta bæjarfulltrúar. Hér eru ekki fleiri hendur á lofti en tekur forseti undir með bæjarfulltrúar Margréti Sanders að mikilvægt er að við rýnum þessar tölur ásamt fleirum og munum við gera það núna í þessum mánuði. Þannig að við gerum það vissulega. Þá ber forseti hér upp fundargerð stjórnar Eignasjóðs til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú við haldum hér ótrauð áfram, kæru bæjarfulltrúar. Þá erum við komin að 3. máli, fundargerð sjálfbærniráðs frá 28. apríl en orðið er laust þá fundargerð. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, mér langaði að ræða skýrslu sem forseti skrifaði sem formaður sjálfbærniráðs lagði fram til umræðu á síðasta fundi sjálfbærniráðs. Mér langaði bara að ræða þessa skýrslu sem fjallar bara að auka kjörsókn í Reykjanesbæ í næstu kosningum.
Mér langar að ræða líka aðgengi og þá bæði aðgengi sem snýr að staðsetningu kjörstaða og svo aðgengi að upplýsingum. Það er ekki skrítið að fólk mæti síður til að kjósa eða þarf að fara langa leið eða hefur ekki aðgang að bíl eða þekkir ekki kjörstaðinn. Að geta kosið í hverfinu sínu skiptir nefnilega máli. Það gerir þátttökuna einfaldari og aðgengilegri og fólk er líklegara til að tengja við hverfisskólann sinn heldur en fjölbrautaskólann. En aðgengi snýst ekki bara aðgengi að kjörstað, það snýst líka hvernig fólk upplifir kosningarnar og getu og vilja þeirra til að taka þátt, færa upplýsingar sem það skilur, er efni áhugavert og er það frá einhverjum sem það treystir eða tengi við. Í skýrslunni segir að ungmennin í ungmennaráði sem sjálfbærniráð ræddi við sögðust, og ég ætla að fá að sletta með leyfi forseta, skippa yfir kostaðar auglýsingar frá stjórnmálaflokkum á samfélagsmiðlum, sem kannski kemur ekki á óvart. En það þýðir þó ekki að þau séu áhugalaus stjórnmál eða kosningar. Þau eru mögulega bara ekki að ná tengingu við boðskapinn og leiðirnar til að miðla. Við getum samt nýtt samfélagsmiðlana til að ná til ákveðna hópa sem að mæta síður á kjörstað. Það væri hægt að nýta jákvæða áhrifavalda á TikTok eða Instagram, ekki til að kynna flokkana eða eitthvað sérstök mál, heldur bara að minna á að kosningar séu framundan, hvers vegna þeir skipta máli og hvar og hvernig er hægt að kjósa. Það gæti allavega verið minna fráhrindandi en hefðbundnar kostaðar auglýsingar og líklegra til að virka sem hvatning. Sjálfbærniráð ræðir 2 tillögur í skýrslunni og ég styð tillögu 2 að fyrsta skref Sjálfbærniráðs í framhaldinu væri að láta gera fjárhagsgreiningu á því hvað það myndi kosta að fjölga kjörstöðum í Reykjanesbæ og að fara í upplýsingamiðlunar átak þegar nær dregur kosningum. Hærri kostnaður við framkvæmd kosninga og undirbúning ætti ekki að hindra okkur. Það er líka kostnaðarsamt að vera með óvanaða íbúa sem kjósa ekki og eiga erfiðara með því að hafa áhrif á þróun samfélagsins. Lýðræði er ekki sjálfgefið og það krefst þess að við hlúum að því og aðlögum það af fólkinu sem á að taka þátt í því. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúi Valgerður. Kannski að forseti renni aðeins yfir fundargerðina, en það er mikið rétt og það sem var kannski athyglisverðast, ekki það er margt mjög athyglisverðast sem kom út úr þessari vinnu, en það tók hún talsvert langan tíma, að báðir hóparnir vildu ekki ruslpóst segja, það er að segja bæði öldungahópurinn og ungmennahópurinn, vildi ekki sjá hann út af því að maður hangir í því að prenta sem mest en þetta næri ekki, kostaðar auglýsingar ná ekki, en það sem þeim voru sammála bæði í sikkur lagi voru plaggut út allan bæ. Þannig að maður lærir alltaf eitthvað nýtt og þess vegna er svo ofboðslega gott að við tökum samtal við íbúa. En forseti langar að þakka Sjálfbærniráði og Önnu Karin Sigurjónsdóttir, okkar sjálfbærni fulltrúa eða verkefnastjóra sjálfbærni mála, varðandi þessa vinnu. Við fengum einnig aðstoð frá Dominiku vinkonu okkar sem að þýddi könnunina yfir á pólsku, en við byggum til mjög óvísindalega könnun en fengum ágætis svörun úr henni. Við ræddum við ungmennaráð og öldungaráð og fengum þarna svör frá 1064 íbúum í okkar könnun. Þannig að þetta er athyglisverðar upplýsingar auk þess að við greindum nánar niðurstöður frá Hagstofu Íslands. Þannig að forseti hvetur okkur til að lesa skýrsluna og sjá hvað kemur þar fram. Við vonum líka bara að Reykjanesbær nýti hluta til eða báða tillögurnar til að reyna að efla kosningaþátttöku íbúa sem var sorglega léleg núna síðast í sveitarstjórnarkosningum, en er aðeins að lifna við, gerði það í forsetakosningunum Alþingis, þannig að það er komin aftur áhuga á kosningum, virðist vera. Við vonum það besta. Í máli 2 þá ætlar ráðið að fara að greina hvort og þá hversu mikið landsvæði er í okkar sveitarfélagi sem fellur undir votlendi, en endurheimt votlendis er stór og mikil aðgerð á Íslandi til að draga úr losun kolefnis, en jarðvegur er næststærsti geymur á lífrænu kolefni á plánetinu eftir úttöfunum. Þetta er líklegast ekki stórt svæði, þetta mun ekki kosta mikið að laga það, þannig að þetta er eitthvað sem við munum greina í framhaldinu og munum þá leggja okkar á mörkum þar í samvinnu með Land og skógum og votlendissjóði. Þegar kemur að grenndarstöðunum þá eru nýjir grenndagámar í útboði hjá Kölku svokallaða framhlaðningsgáma
gerir ráð fyrir að Díana Hilmarsdóttir viti hvaða forseti er ræðum, sem eru stærri og þyngri. Við viljum ekki að gámarnir okkar fjúki, hér alltaf skjólsalt eins og við vitum. En auk þess skiptir sjálfbærnir að efni til að reisa girðingar í kringum alla grendastöðarnar til að gera þær huggulegri og þessi vinna mun fara í gang núna fljótlega. Nú að lokum þá sendir forseti kveðju til allra íbúa sem að fóru út hann 27. apríl og fóru að tína rusl á plokkdeginum okkar mikla og við hvetjum fólk til að gera það oftar en einu sinni á ári. Það sem að ferski vinda blása reglulega í okkar sveitarfélagi. Nú, orðið laust fundargerð sjálfbærniráðs, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mér ljúft og skylt að koma hérna upp og fagna þessari skýrslu kosningaþátttöku. Þetta stórt mál, skiptir miklu máli og sérstaklega legg ég áherslu á þetta sem að rætt hefur verið fjölgun staða til að kjósa. Kosningastaðir að hafa einn fyrir svona stórt sveitarfélag einfaldlega ekki nægjanlegt og ég veit að það fólk í innrakverfinu sem að mætti ekki kjörstað, það hafði ekki möguleika á því og það hefur örugglega verið það sama upp á Ásbrú. En það ekki bara það, ef við fjölgum kosningastöðum, þá annað mál sem stórt mál, það þjálfun fólks á kjörstað. Og þetta þýðir það að það gríðarleg fjölgun af fólki sem kemur til með að vinna við kosningar. Þetta dýrara, en lýðræði bara kostar. En það þarf að bregðast við mjög fljótt til þess að fara í þjálfun á fólki. Því að þetta meira en að segja það. Þetta risamál og ég hef heyrt að þetta sé eina stóru ástæðan fyrir að við erum ekki með fleiri kjörstaði og en það eru margar áhugaverðar ábendingar og hugmyndir í skýrslunni en fyrst og fremst að það þessi fjölgun kjörstað sem liggur á. Eitt sem ég velti fyrir mér út af kostnaðinum að fjárhagsáætlanagerðin fer fram í haust en væntanlega þarf strax í haust að byrja að þjálfa fólk. Þannig að það þarf þá að vera vilyrði frá okkur öllum að við ætlum okkur að gera þetta. Þannig að hægt sé að hefja þjálfun og undirbúning. Takk. Já, takk fyrir þetta. Kæri bæjarfulltrúi Margrét Sanders, það rétt og kannski að taka það fram hér að þetta var aðalástæðan hjá bæði ungmennaráði og öldungaráði að það var ekki hægt að kjósa í þeirra hverfi. Og við erum nú Íslendingar og eigum flest okkar bíla en það ekki allir. Og við erum í löngu og víðfeðmu sveitafélagi, þannig að það var bent á þetta að það væri betra að kjósa í sínum skóla. En orðið laust fundargerð sjálfbærniráðs. Hér á ekki fleiri óska eftir að taka til máls. Þessi samtök geta fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að 4. máli fundarins, fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 28. apríl síðastliðnum og orðið laust fundargerðina og hér Sverrir Bergmann Magnússon. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kemur upp undir fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 28. apríl síðastliðnum til að fara stuttlega yfir nokkuð mál. Það fara þar beint í fyrsta mál. En það Hljómahöll, styrkir til viðburðarhalds. En framkvæmdastjóri Hljómahallar mætti á fundinn og fór yfir umsóknir sem bárust styrki til viðburðarhalds í Hljómahöll. En þetta annað skipti sem að þessum styrkjum útdeildað og var töluverð aukning á milli ára. Þessi styrkir á þann veg að sviðslistamenn fá aðstöðu í Hljómahöll og tæknimenn til þess að halda sína viðburði sér að kostnaðarlausu á þeim dögum sem yfirleitt ekki viðburðir í gangi. Styrkurinn ætlaður upprennandi listafólki og gefur því dýrmætt tækifæri til þess að kynna list sína á glæsilegum vettvangi fyrir íbúum Reykjanesbæjar. Svo mál 2, nýtt merki Listasafns Reykjanesbæjar en safnstjóri Listasafnsins mætti á fundinn og kynnti nýtt merki safnsins og þá stefnumóta vinnu sem stendur þar yfir. Nú merkið glæsilegt og stílhreint og var samþykkt af ráðinu 5-0 og getur Listasafnið nota það eins og það vill án nokkura kvaða.
Svo það mál 3, listahátíð barna og ungmenna 2025, en safnstjóri Listasafnsins mætti á fundinum og kynnti listahátíð barna sem fer fram í Listasafni Reykjanesbæjar í maí. Listasafnið sýnir nú verk allra barna í 5. bekk í Reykjanesbæ í samvinnu við 7 listamenn með stuðningi úr Barnamenningarsjóði. Sýningin ber heitið 204 metrar á sekundu sem einmitt svo vegalengd sem að jörðin snýst á sekundu og þetta í 20. sinn sem að listahátíðin hefur verið haldin. Og svo að lokum vil ég bara minna á baun, barna- og ungmennahátíð Reykjanesbæjar sem stendur nú yfir og til 11. maí. En þessi hátíð hefur slegið í gegn meðal íbúa Reykjanesbæjar og algjörlega einstök á landsvísu og hægt nálgast alla dagskrá baun inn á baun.is. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Fleiri sem óska að taka til máls. Bara svona rétt áður en að forseti fær samþykki þá tekur forseti sjálfsögðu undir kveðju til baunahátíðarinnar okkar. Það eru ekki þverfóta fyrir börnum í þessu sveitafélagi og til okkar frábæra starfsfólk sem skipuleggur þetta ár hvert bara kæra þakkir. Þetta er stórkostlegt. Meira gaman, meira partí. Það sem við viljum sjá. Þá ber forseti hér fundargerð menningar og þjónusturáðs upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vissulega skifið merki og hér fara allar hendur á loft. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 5. máli fundarins, húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2025 síðari umræða. Eins og þið munið þá tókum við þetta mál aftur upp í bæjarráði og ræddum vel og eftir okkar umræður þá samdi forseti smá aukateksta til að setja inn í áætlunina til að skerpa á okkar umræðum áætlunina og framtíðar áætlunir okkar í uppbyggingu húsnæðis í Reykjanesbæ. Þannig að á blaðsíðu 9 sem fjallar íbúða þörf sveitafélagsins kemur fram eftirfarandi kafli. Markmið bæjarstjórnar með núverandi skipulagi og uppbyggingu húsnæðis að draga í auknu mæli fólk sem með góð laun í einkennandi atvinnugreinum svæðisins til búsetu í sveitafélaginu. Reykjanesbær telur að sveitafélagið hafi nú þegar hlutfallslega hátt hlutfall af íbúðum sem uppfylla þessi skilyrði og vill heldur nýta uppbyggingu nýs íbúðarhúsnæðis til breytingar á samsetningu íbúða með það markmið að tekjudreifing verði nær því sem á höfuðborgarsvæðinu. Þetta upphaflegi textinn, kæri bæjarfulltrúar, en lagt til að eftirfarandi komi inn sem viðbót við textan í framhaldinu. Helstu atriði bæjarstjórnar að viðhalda kröftugri uppbyggingu og horfa til framtíðar en mikil fólksfjölgun kallar á aukna þjónustu og hraða uppbyggingu innviða. Mikilvægt að horfa til fjölbreytts íbúðaforms við uppbyggingu sveitafélagsins til að ná fram markmiðum bæjarstjórnar uppbyggingu húsnæðis. Bæjarstjórn áréttar það að þegar úthlutað stóru byggingalandi í sveitafélaginu verði tekið tillit til fjölbreytts húsnæðis þar sem horft til einbýlis og raðhúsa auk fjölbýlishúsa. Fólksfjölgun í Reykjanesbæ hefur verið gífurleg undanfarin ár, alls 60% aukning á 10 árum. Slík hröð fjölgun felur í sér vaxtarverki líkt og í hraðri uppbyggingu leik- og grunnskóla. Leiða má til lykta að fjölgun 8.000 íbúðir næstu 10–15 ár feli í sér annað eins vaxtarferli. Mikilvægt að vanda til verka og stýra uppbyggingarhraða þannig að sveitafélagið ná að bregðast við með uppbyggingu þjónustu samhliða. Þegar kemur að félagslegu húsnæði Reykjanesbær á pari við önnur sambærileg sveitafélög sem vel. Mikilvægt að standa vörð uppbyggingu og fjölgun félagslega kerfisins en horfa einnig Brynju hússjóð, Bjarg og Bríet leigufélög sem sérhæfa sig í hagkvæmum búsetuformum fyrir tekjulægri einstaklinga. Félagslegt húsnæði sveitafélaga á í eðli sínu að vera skammtímalaust fyrir tekjulægsta hóp íbúa með eðlilegu flæði íbúa inn og út úr kerfinu. Tilvitnun lýkur hér og leggur forseti til að þessi texti verði bætt við áætlunina en þó ítrekar forseti hér að þessi húsnæðisáætlun frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þó að við vissulega vinnum í samræmi við hana eins og önnur sveitafélög að þá alveg ljóst að ef við viljum taka stefnubreytingu þá okkur heimilt að gera það. Kæri bæjarfulltrúar, orðið laust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar. Margrét Sandís. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir.
Ég hef mikið tjáð mig húsnæðisáætlun og hef gert það oft og þetta alls ekki fyrsta árið. Og við höfum yfirleitt verið að samþykkja hana bara án bókunar, en samt sagt við getum breytt. Og það hefur svona verið uppleggið að við höfum verið að hnýta í þessi miklu áherslu á fjölbýlishús en höfum samt hleypt þessu í gegn. Núna hefur verið gerð breyting á texta með húsnæðisáætluninni eða í húsnæðisáætluninni og það vel. Enn meiri áhersla lögð á fjölbreytni í byggingaformi og þess vegna höfum við ákveðið að greiða ekki atkvæði á móti, heldur sitja hjá, en finnst kannski komið tími til að vekja athygli á að þetta stefnumótandi plagg að okkar mati og hefur maður hreinlega bara áhyggjur af þessu einsleita formi sem að virðist vera í uppbyggingu húsnæðis í Reykjanesbæ. Og þess vegna hefur Sjálfstæðisflokkurinn ákveðið að bóka hér eftirfarandi með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn ósáttur við hina miklu áherslu á fjölbýlishúsa uppbyggingu í húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar til ársins 2033 enda sér hver einasti íbúi bæjarins að nú þegar hefur mikill fjöldi fjölbýlishúsa risið eða eru í byggingu. Í niðurstöðu Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar kemur fram að seinni hluta árs 2024 voru 397 íbúðir í byggingu í Reykjanesbæ og þar af voru 351 íbúð í fjölbýlishúsi eða 88% af heild. Í húsnæðisáætluninni eru skipulagðar lóðir og íbúðir til ársins 2033 að mestu í fjölbýli. Árið 2025 gert ráð fyrir örfáum einbýlishúsum. Árið 2026 eingöngu gert ráð fyrir fjölbýlishúsum og 2027 100 íbúðum í parhús, raðhús eða tvíbýli. Frá 2029 til 2033 eingöngu stefnt að byggingu fjölbýlishúsa. Sjálfstæðisflokkurinn telur sig ekki geta samþykkt þessa húsnæðisáætlun og undrar sig á þessari einsleitni á íbúaformi. Við munum þó ekki greiða atkvæði á móti húsnæðisáætluninni, heldur sitja hjá við atkvæðagreiðslu hana þar sem bætt hefur verið við texta í áætluninni, þar sem lögð áherslu á meiri fjölbreytni í byggingaformi. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að brugðist strax við og þessi þróun á einsleitu íbúaformi sé stöðvuð. Og þá lýk ég við lestri á bókun. Það hefði eflaust verið ástæða til að koma fyrr upp, á fyrri árum og benda á þetta. En við höfum oft sagt, það hægt að breyta. Þetta ekki dreift í stein. Þetta bara húsnæðisáætlun. En svo virðist vera að við höfum svolítið verið að vinna eftir henni eða ég einhvern veginn upplifið það ef maður horfir bara á hvernig hlutinni voru seinni hluta árs 24 að 88% af heild þeirra íbúða sem í byggingu séu fjölbýlishús. Það segir frá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun almennt að það sé skortur á minni húsnæði og helst þá í fjölbýlishúsi og þeir hafa alveg verið að hvetja sveitarfélög til þessa. Við getum auðvitað bara ákveðið það að við viljum bara fá gríðarlegan fjölda hingað í bæinn og reist bara fjölbýlishús og fengið alla hingað sem vilja vera í litlum íbúðum eða þurfa á litlum íbúðum að halda. En það líka varasamt. Þetta þarf að vera fjölbreytni í öllum sveitarfélögum. Það bara málið að okkar mati. Takk. Orðið laust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar, Margrét Þórarinsdóttir.
Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mig langar aðeins að tjá mig hvað varðar þessa húsnæðisáætlun. Við í umbót metum það að hluti þeirra athugasemda sem við lögðum fram hefur verið tekið til skoðunar og felldir inn í húsnæðisáætlunina. Það er mikilvægt skref í rétta átt að áréttað er að horfa til fjölbreyttara íbúðagerða og að tengja uppbyggingu húsnæðis við getu sveitarfélagsins til að byggja upp nauðsynlega innviði. Við teljum þó að ekki sé gengið nægilega langt. Í núverandi áætlun vantar skýrari og sterkari stefnu hvernig fjölbreytt íbúðargerð verður tryggð í framkvæmd og sérstaklega í ljósi þess að nýleg svæði sem úthlutað hefur verið eru nær eingöngu fjölbýlishús. Enn fremur vekur hraði uppbyggingar áhyggjur, það sem innviðir ná ekki að fylgja eftir þeirri þróun. Umbót telur að þörf sé á endurskoðun á framvindu og áherslum uppbyggingar og við viljum sjá skýrari aðgerðir og markmið. Af þessum ástæðum munum við sitja hjá við afgreiðslu málsins. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Orðið er laust. Þá ber forseti hér húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2025 sem er ákveðið form til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir áætlunni vinsamlegast gefa merki og það eru 7 atkvæði og 4 sitja hjá. Rétt. Kærar þakkir fyrir þetta. Þá erum við komin á 7. málinu, aðalmálinu, ársreikningur Reykjanesbæjar 2024 síðari umræða. En til að fylgja reikningnum hér úr hlaði bið ég starfandi bæjarstjóra Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur að koma hér upp og kynna fyrir okkur helstu atriði reikningsins. Gjörðu svo. Virðulegi forseti. Já, á síðasta fundi bæjarstjórnar þá fór ég yfir helstu lykiltölur í ársreikningi og tók þar sérstaklega fram að ársreikningurinn getur tekið breytingum og hann yrði á dagskrá bæjarráðs á milli umræðna sem hann hefur verið. Og ég ætla að fara hér yfir bara þær óverulegu breytingar sem hafa orðið á milli umræðna. En hér í salnum eru Regína Guðmundsdóttir fjármálastjóri og Þorgeir Sæmundsson sem er deildarstjóri reikningshalds og geta svara spurningum ef einhverjar eru. En rekstrar niðurstaða bæjarsjóðs lækkaði á milli umræðna heilar 84.000 krónur. Það er allt og sumt. Og bara til þess að skýra það nánar, þó að þetta séu tellist varla breyting, að þá var þarna smá vægilegu munur á vöru- og þjónustukaupum í rekstrarreikningi bæjarsjóðs sem að lækkaði 48.000 og fjármagnsliðir vegna niðurfærslu á félagi sem var afskráð upp á 36.000 krónur. Þannig að rekstrar niðurstaða lækkar úr 1113.277.000 krónum niður í 1113.193.000. Þessi breyting kemur einnig fram í efnahagsreikningi og við sjáum það þegar við skoðum þau gögn sem við höfum að þar koma þessar 84.000 krónur í breytingum. Þetta hefur ekki áhrif á skuldaviðmið eða skuldahlutfall A-hlutans sem er óbreytt. Skuldaviðmið A-hlutans er 97,75% og skuldahlutfall 121,98%. En þetta hefur hins vegar þau áhrif að það verður örlítil lækkun á skuldaviðmið og skuldahlutfalli samstæðunar. Skuldaviðmiðið lækkar úr 106,10% í 105,60% og skuldahlutfall úr 137,13% í 136,69%. Þannig að þetta er bara örlítil lækkun sem verður þar á þeim kennitölum. Samantekin hluti samstæðunar á B-hluta að þar eru breytingar á rekstrarniðurstöðu í rekstrarreikningi þar sem það verður breyting vegna byggðasamlaga þar sem hækkar 58,7 milljónir og heildareignir að þær hækka þar 126,7 milljónir
eigið fé 88,7 milljónir og heildarskuldir hækka 38,2 milljónir. Þannig að þetta í raun allt sem að hefur gerst á milli umræðna og tel ég því eins og ég sagði hér áður ekki þörf á að fara aftur yfir það lykiltölu sem við fórum hérna yfir síðast. En á síðasta bæjarráðsfundi eins og hefur komið hér fram líka þá mætti Jón Sigurðsson, endurskoðandi sveitarfélagsins frá PricewaterhouseCoopers og fór yfir drög að endurskoðunarskýrslu ársreikningsins. Og helstu niðurstöður skýrslunnar eru þær að engin veruleg frávik komu upp við endurskoðun og ársreikningurinn var gerður og settur fram í samræmi við sveitarstjórnarlög og lög ársreikninga, reglugerð bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga ásamt auglýsingu ráðuneytis sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. En sem hluti af endurskoðun ársins var ársreikningur samstæðunar yfirfarinn með tilliti til ákvæða viðeigandi laga og settar reikningsskilareglur og var yfirferðin unnin með hliðsjón af ítarlegum gátlistum eins og kemur fram í skýrslunni. Og mat endurskoðenda að framsetning og innihald ársreikningsins sé í öllum meginatriðum í samræmi við það sem að hér var talið upp. Þegar kom að innra eftirliti þar sem sérstaklega verið að skoða hvort einhverju veikleikar finnast, þá komu fram óveruleg áhrif á endurskoðunaráhrif en jafnframt að ef einhverju slíkir fundust þá hafi við farið fram úrbætur í þeim frá fyrir skýrslu sem við teljum jákvætt. Í umfjöllun endurskoðenda fjárhagslega stöðu kemur fram að rekstrar niðurstaða á B-hluta vegna ársins 2024 er jákvæð sem nemur 2.577 milljónum króna samanborið við 2.440 milljónir króna árið 2023 og áætlanir ársins með viðaukum 2024 gerðu ráð fyrir að það væri 1.220 milljónir króna afgangur þannig að niðurstaðan er mun betri en við áætluðum. Í skýrslunni kemur einnig fram að eiginfjárhlutfall á B-hluta er 41,5% í árslok 2024 en var 40,5% í árslok 2023 og styrkist því 1% á árinu. Ég ætla að koma hérna að lokum inn á loka hlutan í fjárhagshlutanum sem fjallar skuldaviðmið en þar kemur fram að til að ná því markmiði sem sveitarfélög séu sjálfbær fjárhagslega að þá mega heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunar í reikningsskilum ekki vera hærri en sem nemur 150% að reglulegum tekjum og skuldaviðmið A og B hluta Reykjanesbæjar í árslok var 105,6% sama við 106% í lok árs 2023 sem er innan þeirra marka sem við viljum vera. Ég ætla aðeins að fara hér inn í skýringu 25 í ársreikningnum sem fjallar fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi bæjarsjóðs og samstæðunar. Og með leyfi forseta vil ég lesa hér upp hluta af skýringunni sem kemur fram á blaðsíðu 26 í gögnum bæjarfulltrúa sem við höfum. En hún hljóðar svo. Samkvæmt rekstrarreikningi bæjarsjóðs árið 2024 var rekstrarniðurstaða jákvæð 1.113,2 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 1.996 milljónum króna. Eigið fé bæjarsjóðs í árslok nam 18.556,5 milljónum króna og er eigin fjárhlutfallið 35,34%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 2.972,6 milljónum króna. Skammtíma skuldir eru 11.194,4 milljónir króna og veltufjárhlutfall 0,26. Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs nema 33.952,9 milljónum króna og er skuldarhlutfall samkvæmt því 121,98% og skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 97,75% eins og áður hefur komið fram. Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðu A og B hluta árið 2024 nam hagnaður að rekstri 2.577,2 milljónum króna, hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 5.774,8 milljónum króna, eigið fé samstæðu A og B hluta nam 39.316,9 milljónum króna og er eigin fjárhlutfallið því 41,53%.
Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármuni 7.614,9 milljónum króna, skammtímaskuldir 11.577,9 milljónum króna og veltufjárhlutfall er 0,66. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta nema 55.362,9 milljónum króna og er skuldahlutfall 136,69%. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð er hins vegar 105,60% og þetta sjáum við nánar í skýringu 26. En beinum lestri skýringarinnar er hér lokið, en í framhaldinu er einnig farið inn á ýmis atriði sem hafa haft áhrif á Reykjanesbæ og önnur sveitarfélög á Suðurnesjum, svo sem jarðhræringar og eldgos. Íbúar Grindavíkur hafa, eins og við öll vitum, þurft að flytja frá Grindavík og mörg þeirra búa nú í Reykjanesbæ, bæði komið með lögheimili og líka einhver með aðsetuskráningu enn. Þannig að við sjáum það að í Reykjanesbæ fjölgar okkur ennþá og það kallar á meiri uppbygging og þjónustu, meðal annars í leik- og grunnskólum, eins og enginn hér hefur mist af eflaust. Og við héldum áfram á síðasta ári að framkvæma í stofnununum okkar af krafti, bæði í nýbyggingum eins og Drekadal og Asparlaut sem báðir verða 120 barna leikskóla núna þessu ári. Og það er kærkomið viðbót við okkar öfluga menntasamfélag, auk þess sem við opnuðum nýja leikskóla Tjarnalund, hér í gamla skólanum Bæjapríði á Skólavegi 1 og þar eru nú 24 börn. En eftir þessa framkvæmdi sem við höfum ráðist í og fjárfestingum í því bráðabirgðahúsnæði sem við höfum þurft að gera núna síðastu ár, þá eigum við þar rúmlega 4.000 fermetra af einingum sem má meðal annars nýta til að mæta sveiflum í fjölda nemenda í skólahverfum. Og á síðasta ári þá héldum við þetta líka áfram að vinna við Stapaskóla, annan áfanga Stapaskóla sem hýsir nú stórglæsilegt íþróttahús og nú á næstu dögum mun þar opna líka glæsileg sundlaug. Þannig að síðasta ár var, eða einkenndist kannski helst af framkvæmdum og við erum ekkert hætt því eins og staðan er núna, en þá kom það sér vel að eiga nokkuð góðan sjóð, enda voru fjárfestingar alls rúmlega 6 milljarðar eins og áður hefur komið fram í umræðum ársreikning ársins 2024 og það hefur kallað á lántöku líka eins og við vitum og þykir eðlilegt. En þarna í lokin þá kemur fram að mat bæjarstjórnar er að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar sé til staðar og vil ég nota hér tækifæri fyrir eflaust okkar allra hönd að þakka fjármálastjóra og deildarstjóra reikningshalds þeirra starfsfólki og öðru starfsfólki í Reykjanesbæjar líka, okkur hérna bæjarfulltrúum og nefndafólki fyrir þá vinnu sem við höfum unnið svo ötullega af því að þessi góða niðurstaða er svo sannarlega verk okkar allra. En forseti, ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta að svo stöddu og segi hér aftur ítrekka að við erum hér með fólk í salnum ef við erum einhverja spurningar beint til þeirra. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er ánægjulegt að ársreikningurinn sýnir að við erum réttu með við núllið og er það auðvitað það sem við viljum öll og eftirlitsnefndin leggur mikla áherslu á. Það er líka ánægjulegt að samkvæmt lögum að þá þarf skuldaviðmið eða samkvæmt reglugerð þarf skuldaviðmið að vera lægra en 150% og það er það svo sannarlega núna og nú er verið að tala að breyta reglugerðinni þannig að krefja sveitarfélög að vera með skuldaviðmið lægra en 100% og það er mikil áskorun fyrir sveitarfélög eins og Reykjanesbæ sem að er mjög vaxandi ennþá. Aftur á móti þegar skoðað er skuldahlutfall A-hluta að þá
fengum við bréf frá eftirlitsnefndinni í fyrra vegna ársreiknings 2023 og þá var sagt, með leyfi forseta, að eftirlitsnefndin leggur áherslu á við sveitarstjórn að nú þegar verið leitað leiða til þess að uppfylla lágmarksviðmið nefndarinnar en þar viðmið nefndarinnar að skuldahlutföll A-hluta sé 100% en við vorum 121,3 og við erum næstu því að sama. Við erum eiginlega bara að hanga í 122, það er örlítið hærra. Þannig að það er væntanlega eina rauðatalan sem verður og svo á maður von á að út af handbæru fé eða því fé sem við eigum í sjóði áramót að það sé verið að flagga því að það sé of lítið. Við erum aftur með bókun og þar erum við auðvitað að leggja áherslu á að við fögnum því auðvitað að við séum réttu megin við núllið. Við fögnum því auðvitað og það er ánægjuefni að það er að tekjur eru aukast. En það er alveg merkilegt að í hvert einasta ár sem við komum þetta fram að þá eru tekjur miklu hærri heldur en áætlaðar eru og gjöldin líka. Þannig að ég velti fyrir mér, við veltum fyrir okkur hvort það sé kannski betra að vera með aðeins nákvæmara áætlanir en ekki ykkur skýjaborgir og eða ekki reyna að passa í kjólinn og það bara virkilega í ykkur rugli. Við þurfum að stýra okkur betur að mínum mati. En megin ástæðan, eða það sem við viljum helst flagga auðvitað aftur að það lausafjárstaðan, það handbæra fé. En með leyfi forseta að þá ætla ég að lesa upp þá bókun sem við erum að leggja fram en hún hljóðar svo: Í ljósi erfiðrar stöðu fjármála í Reykjanesbæ undanfarna mánuði ánægjulegt að niðurstaða ársreikning ársins 2024 sýni að rekstrarafgangur nemi 1,1 milljarði og að tekjur séu tæpum 3 milljörðum hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Helstu ástæður aukinna tekna eru útsvarsgreiðslur íbúa aukast tæpa 2 milljarða á milli ára og þjónustutekjur sveitarfélagsins aukast tæpa 1 milljarð. Eins og alkunna hefur meirihlutinn þann háttinn á að vanáætla tekjur hvers árs og því má velta fyrir sér hver eðlilega áætluð tala hefði orðið. Sjálfstæðisflokkurinn ítrekar einnig áhyggjur sínar af auknum rekstrarkostnaði líkt og undanfarin ár. Það verulegt áhyggjuefni að rekstrarkostnaður sveitarfélagsins hækka mikið á hverju ári og nemur hækkunin samkvæmt ársreikningi nú 3 milljörðum á milli ára og langt yfir áætlun. Fyrir ári síðan við yfirferð ársreiknings sveitarfélagsins fyrir árið 2023 benti Sjálfstæðisflokkurinn á að handbært fé væri að lækka mikið og að bæjarsjóður gæti lent í vandræðum með að standa við skuldbendingar sínar. Í ársreikningi 2024 kemur fram að handbært fé í lok árs 2024 var 133 milljónir. Til að setja þá fjárhæð í samhengi eru rekstrargjöld 2 milljarðar á mánuði og þar af eru laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins rúmlega 1 milljarður á mánuði. Við vekjum athygli á því að inni í þessum tölum ekki kostnaður vegna fjárfestinga. Það því ljóst að Reykjanesbær komin í vandræði með að standa við skuldbendingar sínar eins og kom fram í bókun okkar á síðasta ári. Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Helga Jóhanna Oddsdóttir Sjálfstæðisflokki skrifa undir þessa bókun. Orðið laust ársreikning Reykjanesbæjar, Margrét Þórarins Skjörsson. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, umboð gerir ekki athugasemdir við réttmæti ársreiknings Reykjanesbæjar
og ber fullt traust til vinnu starfsmanna og löggilts endurskoðanda. Hins vegar varpar ársreikningurinn ljósi á alvarlega lausafjárstöðu sem umboð hefur varað við, meðal annars vegna þess að handbært fé nam einungis 133 milljónum áramót. Umboð setur hjá við afgreiðslu ársreikningsins til að undirstrika nauðsyn á gagngeri endurskoðun á fjármálastjórn sveitarfélagsins þótt engar athugasemdir séu gerðar við réttmæti hans. Ég óska að þetta verði bókað. Já, kæra þakki fyrir þetta. Forseti mun hér lesa upp bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar varðandi ársreikning 2024. Hefst þá lestur. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fagnar árinu 2024 sem gekk mjög vel og heilbrigður ársreikningur staðfestir það. Tekjur bæjarsjóðs fyrir A-hluta var 27,8 milljarðar en gjöld bæjarsjóðs voru 25 milljarðar. Tekjur samstæðunar fyrir A- og B-hluta voru 40,5 milljarðar en rekstragjöld 32,5 milljarðar. Mikilvægar tölur hér þar sem tekjur standa undir gjöldum bæði hjá bæjarsjóði og hjá samstæðunni. Enn eitt ári gættu við þess að tekjur séu umfram gjöld og það sé afgangur fyrir fjárfestingar. Fjárfest var á árinu 2024 fyrir 6 milljarða og ber þar helst að nefna áframhaldandi verkefni okkar við að stækka og betrumbæta Holtaskóla og Myllubakksskóla. Auk þess opnuðum við 2 leikskóla, Aspalaut og Tjarnarlund og erum að vinna því að klára þann 3. leikskólan Drekadal. Auk þess opnuðum við stórglæsilega körfuboltahöll í Innri-Njarðvík og stefnt að opnun nýrra sundlaugar þar nú í sumar. Áætlun ársins með viðauka gerði upphaflega ráð fyrir 149 milljóna króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu sem endaði í 1.113 milljónum. Staðan er því mun betri en gert var upphaflega ráð fyrir eða 964 milljóna króna betri niðurstaða. Ástæðan fyrir þessum mikla mun á tekjum liggur nær eingöngu í hækkun á útsvari, þar að segja mikill fjöldi íbúa er að flytja í okkar frábæra bæ, en fjölgun íbúa undanfarin ár hefur verið að meðaltali 1000 nýir íbúar á ári. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagnsliði, skatta og hlutdeild minni hluta nam 8 milljörðum. Að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 2.577 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 1.220 milljóna króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu hjá samstæðunni eða 1.357 milljóna króna betri rekstrarniðurstöðu en gert var ráð fyrir. Veltufé frá rekstri bæjarsjóðs fyrir árið 2024 var 3 milljarðar, hækkun 700 milljónir frá árinu áður. Veltufé frá rekstri samstæðunar var 7,4 milljarðar, hækkun 1,1 milljarð frá árinu áður. Veltufé frá rekstri er ein mikilvægasta stærðin sem segir til það fjármagn sem stendur eftir og hægt er að nýta í fjárfestingar eða niðurgreiðslu skulda. Veltufé frá rekstri lýsir heilbrigði rekstursins til að standa undir fjárfestingum. Við tókum lán á árinu 2024 fyrir 2,6 milljarða sem er eðlilegt í uppbyggingafasa. Þegar horft er til skulda þá er skuldaviðmið bæjarsjóðs 97,7% og skuldaviðmið samstæðunnar 105,6%. Skuldahlutfall bæjarsjóðs er 121,98% og samstæðunnar 136,7%. Þessar stærðir eru mjög mikilvæg viðmið fyrir sveitarfélög. Sveitarfélög á Íslandi geta ekki lagalega skuldsett sig óendanlega og þurfa að uppfylla umrætt skuldaviðmið sem er hlutfall heildarskulda af heildartekjum sveitarfélagsins en hlutfalli á að vera undir 150% hámarki. Skuldir á hvern íbúa Reykjanesbæjar er 1,4 milljónir og þrátt fyrir lántökur á árinu 2024 og þrátt fyrir 6 milljarða framkvæmdir þá er þetta niðurstaðan. Heilbrigður ársreikningur hjá kröftugu sveitarfélagi í hröðum vexti. Reykjanesbæjar heldur áfram að vaxa og dafna og munum við styðja við okkar frábæra sveitarfélag nú sem endra nær. Bókun lýkur. Orðið er laust ársreikning. Hér hefa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta ársreikning Reykjanesbæjar 2024 vinsamlegast gefið þess merki.
og hér eru 10 hendur á lofti og 1 situr hjá. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúar. Nú erum við komin á síðasta fundarlið fundarins. Breyting á skipan embætta í bæjarstjórn. Hér eru við að breyta formlegri skipan embætta bæjarstjóra, formanni bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar. Er þetta í samræmi við 61. grein bæjarmálasamþykktar Reykjanesbæjar þar sem segir: Formaður bæjarráðs gegnir störfum bæjarstjóra í fjarveru hans. Bæjarstjórn er heimilt að taka ákvörðun hver skuli gegna störfum bæjarstjóra í fjarveru hans til lengri tíma. Í samtölum við okkar allra bestu sérfræðinga kom fram að afleysing til skemmri tíma þá væri eðlilegt að væri verið að miða við 4 til 6 vikur. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, hefur verið í veikindaleyfi frá 24. mars síðastliðnum eða í 6 vikur og liggur fyrir að veikindaleyfi hans er til 1. júní. Því er eðlilegt á þessum tímapunkti að uppskipta þessum embættum svona. Það er að segja að Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir verði settur bæjarstjóri, Guðný Birna Guðmundsdóttir verði formaður bæjarráðs og Bjarni Páll Tryggvason verði forseti bæjarstjórnar. Þetta verður svo endurskoðað eins og áður þegar staða bæjarstjórnars liggur nánar fyrir. En þessi breyting er hér opin til umræðu, kæru bæjarfulltrúar. Hér fara engar hendur á loft. Þeir sem samþykkt geta breyting og skipan embætta vinsamlegast gefið þess merki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá hefur formlega dagskrá bæjarstjórnar verið tæmt. Við munum undirrita fundargerðina rafrænt og lýsi þetta í fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 697, hér formlega slitið.